Góðan daginn og verið velkomin hérna á Guðþjónustu í Adventkirkjunni í Reykjavík í dag. Welcome to the Adventist Church here in Reykjavík today. It's good to see you all here. We are from many countries here represented, but we are all here to praise God and have a good fellowship here together. Við erum hérna samankomin frá mörgum löndum, en við erum hér sem einn hópur til þess að tilbiðja og lofa Guð hér saman í dag. Og það gott að hafa ykkur með okkur. Þannig að nú eins og ég sagði hérna í morgun, jólin að koma og það búið að skreyta og það svo merkilegt, sama hvernig manni líður þá koma jólin. Og það einhver friður sem að það hefur í för með sér og það gott að koma í kirkju og minnast þess af hverju við höldum þessa hátíð. It's good to come together now just before Christmas to church and see it all decorated, and even however we feel Christmas is coming. And there is something special about that time. And it's good to come together, sing the Christmas hymns, and remind us why we celebrate this festive time together. Svo verið hjartalega velkomin og ég ætla að biðja Ivo að koma hér og vera með upphafsbæn. Ivo, can you come and have a prayer? Dear Father in heaven, as we have said, we have come, Lord, today to be before you together as a church, as a family, and we ask you to be among us here in a way that we may see you with the eyes of our hearts, that we may feel you, that we may understand you through your word, and may our fellowship and our service be acceptable to you. We pray that in Jesus' name. Amen. Og áður en að við syngjum fyrsta sálminn þá ég með nokkra tilkynningar og það var yndislegt að heyra frá Lælu sem að sagði okkur frá ýmsu sem að hefur verið að gerast í tengslum við búðina, hvernig kraftaverk að gerast hérna niðri og það núna komið jól, þannig að það verður jólafrí núna á næstunni, en munum eftir því sem verið að gerast hérna í kirkjunni í bænum okkar. Síðan það, já, og það verður lokað, búðin verður lokuð til 13. janúar. The store will be closed. I was just saying that Laila was telling us about miracles actually that are happening in connection with the shop here or this little thrift shop, and it's important that we pray for what is happening during the week in the church, and that we may touch people and help people where it's needed. But the store will be closed until the 13th of January, and there's the same thing is with the soup kitchen and the prayer meeting. Við líka með tilkynningar varðandi, það var lesið upp hérna síðast varðandi safnaðarstjórn og starf hérna næstu vikuna, næsta árið, og Ivo ætlar að koma hérna upp og lesa upp og við ætlum að bera það undir atkvæði. Ivo, please. This is the list that was read last Sabbath regarding service here in the church for the next year. Yes, so we went through some process, and it's just announcements for everybody who is part of our regular service here in this church. Og við fórum í gegnum svona ferli hérna og þetta fyrir þá sem eru hérna reglulega í kirkjunni og fara yfir það starf sem verður á næsta ári. So the effort was to involve everybody available and willing to the
church regular work. Og við reyndum hérna að fá þá sem að koma reglulega í kirkju til þess að taka þátt í starfinu. So we try to involve everybody who at least let us know what they want to do. Allavega að fá að vita hvað það sem þið viljið gera hérna og taka þátt í. So if some of you were not listed, then it's mainly because you didn't say what you want to do. Svo ástæðan fyrir því að þú ert kannski ekki á listanum er bara það að þá hefur þá ekki látið okkur vita hvað þú vildir gera, en það er hægt að bæta úr því. But we are still open and willing to involve everybody in the work of this church. En við erum samt opin fyrir því að fá sem flesta og þið getið komið og talað við okkur eða viljið vera með í því. So if you don't hear your name here or there where you would like to be, just let us know. Já, svo ef þú heyrir ekki nafnið þitt og þú vilt vera einhvers staðar, látið okkur þá vita. Yes. So, but I read the set as it came from the nominating committee. Og þá ætlar hann að lesa það eins og kemur frá tillögunefndinni. And because we didn't get any comments during the week, then after that we make a proposal to confirm it. Og við fengum engar athugasemdir eftir upplestur síðasta hvíldardag, þannig að núna verður þá kosið þetta. So it's elders, Erik and Lani. Já, þá eru það formenn, það Erik Guðmundsson og Lani. And treasurer, Intro. Og gjaldkeri, Intro Kandi. So secretary, Bernis. Og ritari Bernis. And we have worship team. Og svo erum við með lofgjörðarteymi. And then with Lani being the leader. Og það Lani í forsvari. And other members, Angelica, Bernis, Jenny and Laila. Og það eru þessi nöfn þá sem hann les. Yes, and then we have the Sabbath school groups for Icelandic. Svo höfum við leksíuhópana, biblíuleksíurnar. And Erik being the leader there. Og Erik leiðir þann hóp, and then íslenska hópinn. Einar and Erik, oh it's Erik twice. You're twice there, Erik. Já, Erik bara á mörgum stöðum. And Harpa and Laila, Njörður and Skúli. Já, þetta eru kennararnir í íslensku deildinni. And so we have the English Sabbath school. Og þá enska deildin. So we have here James as being willing to be the reader. James tilbúin að vera leiðtoginn. And nowadays, then Bernis, then Samuel, Isaac, Jenny, Lani. Svo þetta eru nöfni sem ætla að vera með í að kenna þar, eða leiðana. And then we had, for Children's Sabbath School, we had Jenelyn, Laila and Lani. Og fyrir biblíuleksíu þá það þau nöfn. And then we had the ushers. Og síðan það safnaþjónarnir. And Gudmundur agreed to be our deacon and the leader of the team. Og Guðmundur ætlar að leiða þann hóp. And then Dexter, Gunnar, Njörður and Sóli. Og þetta eru þau sem að verða með. And then we had a team for taking care of the people and their other needs and also greeting here. Og svo það svona umhyggjuteymi. And Janelin, the leader of the team. Og þá Janelin leiðtogi. And then Bernice, Hannah, Isaac, Ivan, Venice. Já, þetta með í teyminu. And James agreed to do the inner communication in the church. Og James ætlar að leiða svona samskiptamálin hér. And then community work team. Og samfélagsþjónusta. And Angelica being the leader. Og með Angeliku sem leiðtoga. And then Bernice, Gudmundur, Hannah, Isaac, Jenelyn, Laila and Lani being the members of the team. Og þetta hópurinn sem ætlar að standa með, eða vera með í þeim. And we had a team for taking care of the building. Og svo það byggingar aðilar sem ætla að leiða það. And Erik being the leader of the team. Og Erik leiðtogi þar. And Bernice, Isaac, Ivan and Jenelyn, the members there. Það eru hinnir sem eru með í hópnum. And the church board. Og svo stjórn Reykjavíkur kirkju. Ivo, Erik, Lani, Intro, Bernice, Gudmundur, Jenelyn and Angelica. Þessi nöfn. So these were all the team leaders. Þetta eru þeir sem voru að leiða hópana. So, now is just the time. All those who are,
Allir sem eru samþykkir þessu skulu reisa hægri Part of hönd. this church, if you Also, agree with this, Ef just þeir eru sammála show your þessu, hand. sýnið hendur ykkar. Já, Thank you. okay. So that shows that we can work according to this Já. next year. Og þá getum við bara að fara að skipuleggja okkur fyrir næsta ár sem að koma og samkvæmt þessum lista. So thank you for this moment. Takk fyrir að vilja þjóna hérna og fyrir þetta hérna starf. Mér láðist hérna í tilkynningunum að minna á kannski það sem að kannski mikilvægast. Það að á miðvikudaginn er aðfangadagur og þeir sem eru aldrei upp í þessari kirkju vita það að klukkan 6 þá byrja jólin með því að við komum hér saman á aftansöng. Þetta er mikilvægur tími og mikilvægur hluti af hefðinni, allavega fyrir mig, að fá að koma hér og byrja jólin. Svo það er klukkan 6 á miðvikudaginn, þá er aftansöngur hér í kirkjunni. Just to remind you that on Wednesday something nice is happening. Christmas is coming, and here in Iceland it's a tradition. It starts 6 o'clock, then the church bells, they ring in Christmas, like they say. And one of the biggest or dearest part of the celebration for me, who is raised up in this church, is that we always come here to church at 6 o'clock, and then the Christmas starts. So again, this year we are having that celebration here, to come and start Christmas together and sing beautiful hymns and having a nice start of Christmas. So you're all welcome, and bring friends, and it's a wonderful time that we have here together. Wednesday at 6 o'clock. Og þá bara komið að því að við skulum syngja saman fallegan jólasálm númer 92 frá Ljósanna Hásal. Let's sing hymn number 92. Come on, all ye faithful. Þá vil ég bara minna ykkur á að kirkjan hérna tekur upp gjafir til safnaðarins og til annara verkefna, og það velkomið að leggja það hér fram þegar þið farið út á eftir þessar gjafir. Just to remind you, and we are thankful that for the offerings that this church we always gather for the running of the church, and also for good deeds and things that needs to be done here in Reykjavik, and
and for the church in Iceland. And then the offering can be given on the way out here today, and we thank you for that. Þá skulum við næst syngja sálminn númer 93, Friður, friður frelsarans. We will next sing the hymn number 93, Hark the Herald Angels Sing. Þið eru svo fallegir sálmar, þessir jólasálmar okkar. We enjoy these Christmas hymns. They are so beautiful. I'm going to ask you to stand. Við skulum rísa á fætur og meðan ég les ritningaversið. Ritningaversið tekið úr Filemon 4:4-9. Filippíbreið 4:4-9 og ég les. Verið ávallt glöð í drottni. Ég segi aftur, verið glöð. Ljúflyndi ykkar verði kunnugt öllum mönnum. Drottinn í nánd. Verið ekki hugsjúk neitt, heldur gerið í öllum hlutum óskirið að kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkagjörð. Og friður Guðs sem æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu ykkar og hugsanir ykkar í Kristi Jesú. Að endingu systkini. Allt sem satt, allt sem göfugt, rétt og hreint, allt sem elskuvert og gott afspurnar, hvað sem dygð og hvað sem lofsvert, hugfesti það. Þið skulu gera þetta sem þið hafi bæði lært og numið, heyrt og séð til mín, og Guð friðarins mun vera með ykkur. Við skulum lúta höfði í bæn. Let's pray. Kæri himneski Faðir, þakka þér fyrir að við getum komið hér saman til þess að lofa þig og til þess að þakka.
Þakka fyrir heitin sem að þú hefur gefið okkur. Þakka fyrir að þú hefur lofað að vera með okkur alltaf. Og við þökkum þér fyrir að við getum leita til þín með allar okkar áhyggjur eða allt það sem að eru byrðar sem okkur finnst kannski erfitt. Við getum komið fram fyrir þig og þú ert tilbúin að bera það fyrir okkur. Takk fyrir þennan árstíma. Takk fyrir jólin sem er að koma. Takk fyrir að við getum fengið að minnast þess að þú komst í þennan heim til þess að frelsa okkur. Minn okkur á það að þú ert með okkur. Þú komst hérna og varst hér á meðal okkar. En þú gafst þinn anda svo að við mættum fá að finna fyrir þinni nálað á hverjum einasta degi. Allt okkar líf. Og ég bið þess góði Guð að þú hellir þínum anda hér yfir okkur, að þinn andi leiði okkur og styrki. Og þú gefur okkur þá gleði og gefur okkur að þá gjöf andans sem að ávöxtur andans er. Já, góði Guð, felum þessa stund og þennan tíma í þínar hendur í Jesú nafni. Amen. Og þá skulum við syngja annan jólasálm. Það er svo yndislegt að fá að nota þennan tíma að syngja þessa sálma og við skulum syngja sálmi nr. 112, þá nýfæddur Jesú. We have actually a special music item. Is that right? Yes, there's a choir that is going to join us and sing for us. Welcome. Yung mga soprano dito, alto dito. Kuya, alto is here. Yeah.
Takk fyrir stelpur, þetta var flott hjá ykkur. Thank you so much for this music item. Ivo, I think it's your turn. Do you want to be on that side? Prefer that? Yes. Yeah. Or Yeah. every time we gather here like this, Hver skipti sem við komum hérna saman, there is a room that we see and a room that we don't see. þá sjáum við hérna herbyggis sem við sjáum og svo herbyggis sem við sjáum ekki. And the room that we see is full of faces. Og herbyggis sem við sjáum að það fullt af andlitum, It's full of voices, Og singing, röddum og söng, and scripture. ritningavessi, But the room we don't see en herbyggis sem við sjáum ekki, is the room inside of us. það herbyggið hérna innra með okkur. And that room can be loud, Og það herbyggi getur í rauninni verið mjög hávært. can be crowded, Það getur verið mjög pakkað, restless, mikil svona óróið þar, filled with questions waiting for answers, fullt af spurningum sem að bíða eftir svörum and problems waiting for solutions, og vandamálum sem að leita að lausnum. anxiety. Getur verið kvíði. And we are in the time of Christmas when we talk about peace. Og við erum núna á þessum tíma að tala jólin þar sem að mikið talað frið. But anxiety can rob the peace. En í rauninni getur kvíði bara stólið í burtu þessum friði. An interesting fact. Hér eitthvað sem að staðreind. The English word worry Enska orðið worry eða hafa áhyggjur comes from an old English verb, virgan. kemur frá gömlu ensku orði sem að Virgan. virgan. Yeah. So originally the word described what the wolf does to a sheep. Og þá útskýrir orðið í rauninni hvað úlfurinn gerir við lambið. So grabbing it from here. Svo það grípur það hérna í hálsinn, aftan á hálsinn. Yeah, so later it became to mean to harass Og seinna var það svona or trouble, hrella eða vandamál. and only later it became to mean a mental anxiety. Og aðeins síðar þá var þetta var kvíði eða svona andlegu kvíði. But it started with strangling or grabbing. En það byrjaði með þessu, þar sem að úlfurinn grípur í lambið eða í bráðina. And Paul invites us to look that intruder into the eye. Og Páll talar að við eigum að horfa á óvinnin eða horfa á það sem að koma þarna inn, bara beint í augun. And find peace. Og að finna þannig frið. And Paul wrote this piece of encouragement in this letter to Philippian Christians. Já, og þessi orð sem við lásum í ritningaverslinu skrifaði Páll til Filippi manna. And we read this earlier. Og við lásum það hérna áðan. And Paul said, rejoice in the Lord always. Og hann segir, verið ávallt glaðir í drottni. And again I will say rejoice. Og ég segi aftur, verið glöð. And then in the end of the verse 5, the Lord is near. Og í lokin talar að og drottin nálægur. It says, do not be anxious about anything. Ekki vera kvíðin neitt, bara yfir höfuð. But in everything by prayer and pleading with thanksgiving, let your requests be made known to God. Heldur gerið í öllum hlutir óskir ykkar kunnar Guði með bæn, beiðni og þakkagjörð. Is Paul's advice true in your life now? Eru þessi orð Páls sönn í lífi ykkar í dag? Are you joyful?
Ertu glaður? And do you live without worry? Og lifir þú án kvíða? No? Nei. Or is God's peace filling your heart? Eða Guðs friður fylltur í hjörtum ykkar? Always? Alltaf? Or sometimes? Eða stundum? Or most of the time? Eða oftast? Or rarely? Eða sjaldan? Or never? Eða aldrei? These are all the words I need to learn in Icelandic class. You know. Þetta það sem ég þarf að læra í íslensku tímanum hjá mér. So what Paul is saying is not a reprimand. Hann ekki að skammast eða að síða okkur til þarna, Páll. It's a redirection. Heldur hann að beina okkur vissa braut. So Paul is not telling people to magically stop worrying. Svo hann ekki í rauninni að segja að við bara allt í einu að bara hætta að hafa áhyggjur. He's giving them a path to transfer the weight to another place. Hann að í rauninni að beina þeirra braut þannig að hann það hægt að lyfta þessari byrði af okkur. So we don't all feel anxiety in the same way. Við upplifum ekki kannski kvíða á sama hátt eða áhyggjur. Let's get practical. Við reynum nú að vera aðeins svolítið praktísk. Paul says, Páll segir, do not be anxious, verið ekki áhyggjufull. but in everything, by prayer and thanksgiving and petitions, Heldur, gerið í öllum hlutir óskar ykkar Guði með bæn, beiðni og þakkagjörð. and we can nod, Og við getum kinka kolli, we know it, we have read it, við vitum þetta, við höfum lesið þetta áður. but when the real life hits, En þegar lífið í rauninni, bara raunveruleikin bankar upp á, it may be different. þá gæti þetta verið svolítið öðruvísi. And you know that moment. Og þið vitið það sjálf. Maybe it was last night when you were awake Kanski í gærkvöldi voruð þið andvaka and you are staring the ceiling og horfðuð upp í loftið and thinking, why am I like this again? og af hverju í ósköpunum ég aftur svona. And we don't all feel anxiety in the same way as we said. Já, eins og við sagðum þá upplifum við þetta ekki öll eins. So let's walk through 4 different ways Svo við skulum skoða hérna fjóra hluti. how to enter that door that Paul is opening here. Svo hvernig við í rauninni komumst inn þessa dyr sem Páll að opna fyrir okkur. There are at least 4 types of anxiety, 4 types of people identified. Já, það eru 4 gerðir af fólki sem að við getum skoðað. Or 4 ways of experiencing anxiety. Eða 4 leiðir sem að við getum upplifað svona kvíða eða áhyggjur. First, there is this overthinker, Það þessi hérna sem ofhugsar allt. the mind that runs ahead. Það sem að hugurinn fer á undan. So maybe this is you. Kannski þetta þú. So your anxiety doesn't shout, it whispers. Þannig að kvíðinn hann í rauninni, hann öskrar ekki heldur hann svona hvíslar að þér. It starts with these words, what if? Þetta byrjar kannski með orðunum hvað ef? What if I can't handle this? Hvað ef ég ræð ekki við þetta? What if I'm not good enough? Hvað ef ég ekki nógu góður? What if everything falls apart? Hvað ef það bara allt fellur sjálft sig? And before you know, Og áður veist af, you're living in a future og þá ertu að lifa einhvern veginn í framtíðinni that has not happened sem hefur ekki gerst and may never happen. og gæti jáfnvel ekki gerst. And this is like a woman who said, Og þetta eins og kona sem sagði, I'm not anxious during the day. ég hef engar áhyggjur á daginn. I'm fine while I'm busy. Ég bara í góðu máli eins og framlegi sem ég upptekinn við eitthvað. But the moment I lie down, En leið og ég leggst niður, my brain starts writing its own story. þá eins og heilin á mig bara farið og búið til sína eigin sögur. And none of the endings are good. Og einhvern veginn þá enda þessar sögur aldrei vel. She said it like, her mind waits until there is this moment, quiet moment. Já, það eins og hugurinn hann býði eftir þessu kyrra tímapunkti. Maybe a non-busy moment during the day or 2 o'clock in the night. Annarkvort bara þegar það þögn miðjan daginn eða klukkan 2 nóttina. And she's living in a movie Og eins og hún lifi bara í einhverju kvikmynd that has never been filmed.
sem að hefur aldrei verið í rauninni spiluð inn. imagining futures that God has not asked her to carry. Ímynda einhvers konar framtíð sem að Guð hefur ekki beðið hann að bera. So if this is your type, Svo ef þetta þú, then Paul invites you to pray. þá það að Páll biður þig eða býður þér að biðja. And when thinking, what if I fail? Og þessi hugsun alltaf, hvað ef mér mistekst? Then pray, Lord, give me strength. Að biðja þá, Guð, gefðu mér styrk. When thinking, what if this goes badly? Eða ef þú ert að hugsa, hvað ef þetta endar illa? Then make it into a request. Að þá biðja Guð. Lord, guide this process. Guð, viltu leiða þessa vegferð? When worrying, what if my child makes the wrong choices? Eða að biðja hvað ef barnið mitt tekur rangar ákvarðanir? Then turn into, Lord, be their helper when I can't be. Að biðja þá til Guðs, Guð, vert þú hjálparinn þegar ég get ekki verið til staðar. When you speak this out, what you're worrying about, Þegar þú talar það sem þú hefur áhyggjur af, because that's what Paul says, speak it out. því að það sem Páll segir, talað það, And then you break the loop. þá einhvern veginn brýtur þennan hring sem á sér stað. So your brain stops spiraling inside. Þá eins og að það rói eða stoppi þessa hringekju sem að hugurinn þinn fer í. And leaps upwards. Og þú beinir henni upp á við. And that's how God's peace starts guiding your mind. Og það þannig sem að friður Guðs kemst inn og getur leitt huga þinn. So there is the second type, Svo þessi nummer 2, the controller, þessi sem að vil hafa stjórnina, the one who feels responsible for everything. sem finnst hann vera ábyrgur fyrir öllu. And some of you feel anxious, not because you imagine the worst, Og sumum finnst þau vera ábyrg, ekki það bara að þið ímyndi ykkur það versta, but because you are trying to hold the world together. heldur það vegna þess að þú ert að reyna að halda heiminum, að halda þessu öllu saman. You want a plan, Þú vilt áætlanir and then the backup plan, og svo viltu hafa svona áætlanir sem að bakka upp eða ef hitt mistekst and then a backup plan to the backup plan. og svo annað plan A, B, C og svo framvegis. And when things run out of your hand, Og þegar þú bara ræður ekki við þetta you feel how your heart tightens og finnur hvernig hjarta svona skreppu saman and anxiety starts. og þú fær svona panikk og hefur áhyggjur. In January, almost a year ago, Fyrir ári síðan í janúar I shared a story about this man called Richard Chimillo. þá deildi ég með ykkur sögu mann sem hétt Richard He was a bus driver from New York. Já, hann var rútubílstjóri frá New York And he took off with his bus one day. og hann bara allt í einu þegar hann var að keyra rútuna í daginn þá bara keyrði hann eitthvað út í buskan. And in this story, there was this his son who said, Og þá var það sonur hans sem sagði, and the quote from him is an example of a controller type. og það eiginlega svarið hans svolítið svona fyrir þessa típu, þessa stjórnar típu. And he said, my dad never worried. Hann sagði, sonur hans sem sagt, He said, faðir minn hafði engar he áhyggjur. said, don't worry, rent will get paid. Hann hafði The ekki father said, yeah, Já. don't worry, rent will be. Já, hann sagði ekki hafa áhyggjur, leigan verður borguð. He said, don't worry, we will have food. Ekki hafa áhyggjur, það verður matur. And it says, but me, En ég I worry about everything. hef áhyggjur á öllu. I worry about Sagði my sonur. kids. Ég hef áhyggjur á They had to go to school. Þau þurfa að fara í skóla. They had to go to college. Þau verða að fara í háskóla. I worry about snow. Ég hef áhyggjur á snjó. I don't sleep. Ég sef ekki. I just keep worrying Ég bara hef endalausar áhyggjur. because I want to know how all these things get sorted. Af því ég mig langar að vita hvernig þetta leysist allt saman. If that's you, Ef það þú, then Paul is inviting you to verbalize this to the Lord. og þá Páll að bjóða þér að segja þetta upp á til Guðs.
and say that, Lord, Og this seg- is what is in my hand today. Segja, Guð, þetta í höndum mínum í dag. And here is what only you can do. Og hér það sem að bara aðeins þú getur gert. And you still act. Og þú ert ennþá samt að framkvæma. You still do your part. Þú gerir þína hluti. But you don't pretend anymore that you are God. En þú bara lætur ekki eins og þú sért Guð. And slowly you stop guarding your pace. Og smá saman þá ferð þú að hægja á þér. And guarding your own peace, Og að hlúa að þínum eigin friði. because you begin letting God to take care of Af things. því að þú leifir Guði að taka og hugsa hlutina. And then they say there is this third type Og svo segir að þessi þriðji einstaklingur eða who is internalizer, sem að tekur þetta allt inn á sig. the one who feels before they think. Þeir sem að upplifa tilfinningar áður en þeir hugsa. For some of you, it's not about thoughts. Fyrir sum ykkar þetta ekki endilega bara hugsanir. You can't even identify what it is. Þú veist ekki alveg heldur hvað þetta But your anxiety shows up in your body. heldur þá kemur þetta fram í líkamannu hjá ykkur. A tightness in the chest, Það herpist saman hérna í brjóstinu, knot in the stomach, þeir eru með hnút í maganum and sudden irritability. og allt í einu voða pirruð. And it's like someone who doesn't know what he or she is worrying about. Og það eru sum bara, þú gerir sig ekki grein fyrir hvað þeir eru að hafa áhyggjur af. But there are these constant And that- physical feeling of anxiety. Já, en það eru alls konar verkir og annað sem að í rauninni herpa að. So you can bring it to God Þú getur komið þessu til Guðs and say that, Lord, I don't even know what it is, og sagt, Guð, ég veit í rauninni ekki hvað þetta but it's heavy, en þetta eitthvað þungt and I'm giving it to you. og ég gef þér þetta. And I don't need the perfect words. You don't need the perfect words for that. Þú þarft ekki einhver fullkomin orð til þess að segja þetta. You just need to be honest about it. Þú þarft bara að vera heiðarleg varðandi þetta. And in honesty, God meets you. Í þessari einlægni þá hittur Guð. And then there is this fourth type, Og svo það þessi fjórði and it's the task overloader. og það þessi sem að með of mikið af verkefnum. The one buried with unfinished things. Sem að með alveg endalaust og eða verkefnum sem eru ólokið. Some of you don't fear danger, Sum ykkar eru ekki trædd við hættur, but you fear the pile en hafið áhyggjur að öllum pappírsbunkanum and the undone things og öllu því sem að hefur ekki verið and gert. the unanswered questions Og ósvöruðum spurningum and the mental notes that refuse to close. og bara hugsunum sem að ekki lokið. And before you fall asleep in the evening, Og áður en þú sofnar á kvöldin, your brain tells you, þá segir heilin þér, before you fall asleep, áður en þú fer að sofa, let me show you everything you haven't finished yet. þá skal ég sýna þér allt það sem þú ert ekki búin að gera. And this is me. Og þetta ég. And not with fear, Ekki svona áhyggjur að hrættur, not with panic, ekki svona panik, but with all the things I had not finished yet. heldur spila allt það sem ég ekki búin að klára. And my trigger is not a danger, Og það sem triggerar ekki hætta, it is unanswered questions. heldur þetta ósvaraða spurningar. When will I deal with this? Hvenær mun ég klára þetta? When will I solve that? Hvenær get ég leyst þetta? When will I catch up with this one? Hvenær næ ég að vera í sambandi við þennan? My mind doesn't spiral into the unknown future. Hugur minn fer ekki bara í einhverja framtíð. I don't worry about future. Ég hef ekki áhyggjur af framtíðinni. I'm worrying about my pile. Ég hef áhyggjur af pappírsbunkanum mínum. And if that's you, Ef það þú, then here's how you can apply what Paul is teaching. þá hér eitthvað sem að Páll kemur með. Make this prayer into closing the loops. Hafðu bænuna þá þannig að hún loki hringnum.
Say, Lord, this is too big for me today. Guð, þetta er of mikið fyrir mig í dag. I give you the unfinished thing. Ég gef þér öllu verkefni sem er ólokið. I give it to you Ég gef þér það until you show me what to do next. þangað til og þú sýnir mér hvað ég á að gera næst. And then breathe. En svo tekur djúpan andadrátt. So there are different anxieties. Svo það er mismunandi sem að við getum verið að hafa áhyggjur af hlutum eða kvíði. Different worries. Já. But what Paul gives to all of us is the same. En það sem að Páll gefur okkur öllum er það sama. He says, name it. Talið það eða segið það. Verbalize it. Já, komið því fyrir í orð. Tell it to God. Segið Guði frá því. Bring it before him. Leggið þetta fram fyrir hann. And then thank him. Og þakkið honum And then release it. og látið það svo fara. Let it go. Látið það fara. And let God guard what you cannot. Og leyfi Guði að í rauninni að halda utanum það sem þið getið ekki haldið utanum. So what Paul is saying is not try harder. Páll er ekki að segja reyni bara meira. Make an effort to be joyful. Bara reyni meira að vera glöð. We are not joyful because we make an effort. Við erum ekki glöð vegna þess að við erum að reyna það svo mikið. We are joyful because we take our anxieties to God. Við erum glöð vegna þess að við tökum áhyggjur okkar og leggjum það fyrir Guð. And let's do something together. Gerum eitt hérna saman. Just a quiet moment before God. Bara hljóð fyrir Guð. So right where you sit, Þar sem þið sittir, you can ask, þá megið þið spyrja, what is that one thing that is sitting on my heart today? hvað er það eitt sem að liggur mér á hjarta í dag? Don't fix it. Ekki reyna að leysa það, Don't solve it. ekki reyna að laga það, Just notice it. bara takið eftir. And turn it into a simple prayer. Og breyti því svo yfir í einfalda bæn. Say, Lord, this is what I am carrying. Og segi Guð, þetta er það sem ég er að bera. And tell him, what is it that you are carrying? Og segið honum hvað það er sem þið eru að bera. And add one whisper of gratitude. Og hvísli svo þakklæti, And say, thank you, Lord, that you are taking it from me. segiði takk Guð fyrir að þú tekur þetta af mér, eða fyrir mig. And take a deep breath. Og takið svo djúpan andadrátt. A breath of release. Andadrátt þar sem við látum hlutina fara. And think about these words that Paul said. Og hugsum þau orðin sem Páll segir hér. And the peace of God Og að friður Guðs will guard your heart and mind mun varveita hjörtu ykkar og hugsanir in Christ Jesus. í Kristi Jesú. This is not a one-time moment in our lives. Þetta er ekki bara svona einu sinni í lífi okkar. Peace comes to us when we practice it. Friðurinn hann kemur þegar við í rauninni gerum það reglulega, Day by day. daglega. And when we practice giving our anxieties to God, Og þegar við æfum okkur í það að gefa Guði áhyggjur okkar, our minds learn new patterns. þá er það að hugur okkar læri nýja brautir. And Paul knew this. Og Páll vissi þetta. And that's why he doesn't end this paragraph with talking about feelings. Og þess vegna endar hann þetta ekki á bara tilfinningunum okkar. He ends talking about practice. Heldur á einhverju framkvæmt, einhverju praktík. It's verse 9. Það er 9. versið. It says, as for the things you have learned and received and heard and seen in me. Já, þá skulum við gera þetta sem þið hafi bæði lært og numið, heyrt og séð til mín. It says, practice these things. Bara læri þessa hluti. Æfið ykkur í því. And it says, and the God of peace will be with you. Og Guð friðarins mun vera með yður. Because then God of peace will walk with you Því að Guð friðarins mun þá ganga með þér. as you surrender to him Þar sem að þú gefur honum þetta and will give you peace. og hann mun gefa þér frið. During this time of Christmas,
þennan tíma hérna jólin, and always. bæði núna og alltaf. Amen. Amen. Takk. Thank you, Ivo. Takk, Ivo. Og við skulum þá að endingu syngja saman lokasálm, númer 102, Kom þú, kom vor Immanuel. Let's sing hymn number 102. Þá bara komið að því að þakka. Við þökkum ykkur öll fyrir komuna hingað í dag og við vonum að þið njóti þess núna, það sem eftir aðventunar og að við sjáumst á miðvikudaginn klukkan 6 á aftansöng hér í kirkjunni. We just want to thank you for coming here today and joining us here at the service today. And I hope that the Advent will be with you. You will enjoy that until on Wednesday we can gather here at 6 o'clock to start Christmas. Thank you, Angelica, and for playing so we can all sing the hymns. Takk Angelica fyrir að við getum fengið að syngja saman þessa fallegu sálma. Takk fyrir útsendinguna, Dexter, og takk fyrir þýðinguna, Oleg, og allt það sem að þið hafi tekið þátt í kennslu og annað. Og Ivo, takk fyrir góða ræðu hér með okkur. Thank you for this words that you shared with us. Thank you all for coming, and I ask the singing group, sorry, I always forget something. Thank you for your music. I know you practice, and thank you for sharing it with us. Benediction, Ivo. Við skulum rísa á fætur á meðan við hlýðum á blessunarorðin. And I want to leave God's blessing with you.
Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance on you and give you peace. Amen. Amen. And then we invite you to come and share some food with us and community. You're welcome.